Guð sem sagði verði ljós og það var ljós, skapaði heiminn og allt sem í honum er. Hann er almáttugur Guð sem einvörðungu staðfestist fyrir manninum í gegnum trú hans. Enginn getur nálgast Guð og enginn maður ljær heldur máls á slíku, né heldur reynir sem ekki trúir að þetta sem hann vill skoða og komast nær sé til. Slíkt þarf ekki að ræða. Hér skal haft í huga að mín vantrú sker ekki úr rétt og rangt, þótt ég, segja að Guð sé ekki til, afsannar það eitt og sér ekki að Guð sé til. Mín sannfæring, þó staðfest sé og allt saman það, er ekki heilagur sannleikur, þótt svo vissulega geti verið. Allir menn geta nefnilega bæði haft rangt og rétt fyrir sér. Maðurinn, þegar kemur að Guði, þarf trú. Guð er andi, en maðurinn bæði hold og andi. Þessi staða myndar í honum togstreitu. Að sannfæra fólk nauðsyn trúarinnar er verkefnið og helsta ástæða þess að menn stunda trúboð og gera jafnvel stærstan part ævi sinnar. Bara þetta að óskup venjulegt fólk, fjölskyldufólk, barnafólk, afur og ömmur skuli vera tilbúið til að vinna þessa vinnu og gefa stóran part ævi sinnar í verkið, undir meira og minna álagi frá vantrúni, ætti að fá sagt að minnst okkur einhverjum að fólki sjá eitthvað sérstakt við sitt verk sem syndararnum er ómögulegt að koma auga á. Blinda syndarans er ein af ástæðunum fyrir að trúboðin starfar. Skoðum orðið. Þess vegna kostum við kappsum, hvort sem við erum heima eða heiman, að vera honum þóknanlegir. Því öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krist til þess að sér hver fái það endurgvaldið sem hann hefur aðhaft í líkamanum, hvort sem það er gott eða illt. Með því að við nú vitum hvað það er að óttast Drottinn, leitust við að sannfæra menn. En Guði erum við kunnir orðnir, já, ég vona að við séum einnig kunni orðnir yður í hjörtum yðar. Ekki erum við enn að mæla með sjálfum oss við yður, heldur gefum við yður tilefni til að miklast af oss, til þess að þér hafi eitthvað gagnvart þeim en miklast af hennu ytra en ekki af hjartaþelinu. Með því að við nú vitum hvað það er að óttast Drottinn, leitust við að sannfæra menn, segir Páll og er viðfangsefni trúarinnar. Hún leitast við að sannfæra menn en leggur engan dóm og skoðanir þeirra. Þarna þarf visku og rótfasta trú sem skilur verkefni sitt. Að leggja dóm og skoðun manna felst í viss roki og öllum líkindum er þetta ávísun á reyfrildi sem allir vita að skilar engum árangri. Trúboði hefur mist margt með reyfrildinu sem upphófst. Vantrúin er eðlileg, sé það viðurkennt að hér er vaðandi synd. Vilji menn ekki leggja á sig þá vinnu að sannfæra fólk eða til harla lítil sparist. Sannfæringin kemur með áhömruninni og fyrirgefning syndana opnar fólki hliðið. Að sannfæra fólk tekur tíma. Ef við skoðum menn sem árum og áratugum saman hafa fluttfagnaðarerindið, sjáum við að þeir frambáru sama boðskapinn og gerðu enga breytinga. Fagnaðarerindið er flutt í einfalleik sínum og stór hópur fólks frelsast. Skoðum postulasöguna. Þeir fóru Amfipólis og Apollóníu og komu til Þessalóníku. Þar áttu gyðingar samkundu. Eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og 3 hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af reikningunum. Lauk þeim upp fyrir þeim og setti þeim fyrir sjónir að Kristur átti að líða og rísa upp frá dauðum. Hann sagði, Jesús sem ég boða yður, hann er Kristur. Nokkri þeirra létust sannfærast og gengu til fylgis við Pál og Sílas, auk þess mikill fjöldi guðrækina Grikkja og mikilsháttar konur eigi allfáar. Við sjáum að sumt fólk er ekki hægt að festa inn eitt drottist nema fyrst að það látist sannfærast áreiðanleiki.